Við megum elska Ísland, við megum elska landið okkar, tungumálið okkar, menninguna og söguna og án þess að það verði einhver remba eða án þess að það sé eitthvað í því fólki að við viljum fara að stíga á annað fólk. Ég meina, það er forsenda þess að þú getur í rauninni elska konuna þína, er að þú elskir sjálfa þig. Og forsenda þess að bara börnunum þínu líði vel er að þú elskir konuna þína og það sé gott andrúmsloft þar og þetta er rauninni forsenda þess að þú getur farið út í daginn og verið góður og kurteis við annað fólk og látið gott að þið leiða. Þannig að sko, við byrjum heima hjá okkur en þetta er þá sko, ef við erum sammála þetta, þá er sko kannski mikilvægt að þetta sé einhvern veginn leiðrétt, eða það er að segja að þessi hugmynd okkar að þjóðrækni sé einhvern veginn skild við allt sem er neikvætt eða bara einhver er bara hársbreidd frá því að vera nasismi þetta þarf að leiðrétta með aukinni umræðu og ég reyndar, mér finnst eins og það sé rísandi meðal ungs fólks í dag að þjóðrækni sé ekki púgó og hallærislega eins og það búið að mála hann upp núna á síðastlinnum áratugum. Ég sammála því. Ég skynjaði í þessari kosningabaráttu mjög mikinn stuðning einmitt frá ungu fólki sem að er ekki sama landið og framtíðina sína í hér sko. Þannig að ég held að við munum sjá í þessu eins og öðru sko sveiflu tilbaka og ég vona að þessi pendull rétt hugsunarinnar fari nú að snúast í átt til einhver sem við getum kallað bara heilbrigða skynsemi